Velkomin. Já, gaman að sjá okkur öskurnar. Við þurftum að færa þetta frá sunnudeginum af því að það var mikil ófærð í efri byggð, í Grafarvogi og fleira. Gaman að sjá okkur og við ætlum að henda saman í svona smá jóla. Við verðum að fá að syngja jólin inn. Og hérna Inga Lala, dóttir mín, nú heyrist núna í mér. Velkomin aftur. Inga Lala, dóttir mín, Santiali, dóttir mín, Ásgeir Páll, ekki sonur minn, en ég meina, hann má vera með. Við ætlum að syngja fyrir ykkur nokkuð jólalög og bara njótum. Endilega syngið þið með og bara syngjum jólin inn. Til í þetta. Ljósatýr, loftin gillir, lífið hús inni fyllir og hurðin heimleiðis leitar því að man ég þar hátíð var í bæ. Ungan dreng, ljósin laða, litla snó, geislum baða. Sofna hjá mömmu, ég man þetta æ, lífið þá hátíð var í bæ. Hann fyrir bókin, hann fyrir nálægt vinna, hönd í hönd leitt skáld og rjó. Sælli börnum sjálfgeft að finna, syngdu þau mín allra bestu ljóð. Söngur tvím, stefning hvetur, systkin tvö, geti betur. Sofna hjá mömmu, ég man þetta æ, man ég þar hátíð var í bæ. Hönd í hönd leiddu skáld og rjó. Sælli börnum sjálfgeft að finna, syngum þau mín allra bestu ljóð. Söngin þín, stefning hvetur, systkin tvö, geti betur. Sofna hjá mömmu, ég man þetta æ, man ég þar hátíð var í bæ. Sofna hjá mömmu, ég man þetta æ, man þetta hátíð var í bæ. Gamalt og gott sem að við höfum ekki tekið áður held ég. Og það ég kemst í hátíðarskap. Snjór og kall, rómar
ég er svona. Ég sóna alla daga en ég minna come on. Ég er búin að tóna mig niður. Við ætlum að taka næstu gleð og friðar jól. Sibbavísu hljópa á sig og kveikt á kertunum, en við ætlum að syngja það lag og leyfa þeim bara að vera kveikt, ekki nema eitthvað vill blása og hlaupa og kveikja aftur. Nei, ég segi svona. Sem fyrstu jól í ödulá
Líf. Jesus. Hún stórkostleg söngkona, þetta elsku barn mitt. Herðu, svo ætlar hún að taka annað lag sem heitir Geimferðalangur. Gjörðu svo vel. Himinn hvelfið, heimsótti geimfari oss forðum tíð og loks sást úr skipinu lágreistu bær. Það ljómaði sem væri þar. Stjarnaskjár. Hann fór þangað niður sem fjárhúsið var, þar sem frumburði móðir í örmum sér bar, því hann viss að þarna var veröldu fær, von sem var allsaglaust bar. Þau urðu fólk óttist í eigi hann bar. Ég aðkomumaður af fjarlægum stað sem fagnaðar erindi færi í nótt og hið fegursta lag tók að hljóma. Svo blítt og ljótt
Angeli, gefum henni gott lag. Alveg frábær. Þetta alveg að þurfa að syngja eftir svona, sko. Jæja, herri, tökum næsta lag. Já, Sibba, vilt þú tjá því eitthvað á milli? Nei, gott. Hún tjáði sig svo mikið á daginn, sko. Hún verður að pása eitthvað tíman. En næst það, já, við ætlum að reyna að taka vetrasól. Og okkur vantar kór. Endilega bara syngið hátt og snjallt. Sérstaklega Gunnar. Alnars, þú líka, þú verður að syngja mjög hátt. Mjög. Ok, við ætlum að taka vetrasól. Ég ætla að hætta að bulli ykkur hérna. Brjál, ef það enginn hér sem stendur kyrr, aðrir hverfa á braut sem vill þér jafnan með og deilir með þér gleð og sorg. Þá áttu mig virði að eignast allt í heimi hér, en skorta þetta sem enginn getur keypt. Hversu ríkur sem þú telst og hversu fullar hendur fjár, þá áttu mig en ekki neinn ef þú átt engan vin. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég sál mér lifnar við, eins og jurð sem stóð í skugga en hefur aftur litið á vetrasól. Enginn hér sem stendur kyrr, aðrir hverfa á braut sem vill þér jafnan með og deilir með þér gleð og sorg. Þá áttu mig en ekki neinn ef þú átt engan vin. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn.
og jörð sem stóð í skugga en hefur öllum lítið ljós. Með veður kvöldur stríð, ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sá mín litla vín. Eins og jörð sem stóð í skugga en hefur aftur lítið ljós, fegra sól. Fyrir við ætlum að næsta að hlusta á Ásgeir Pál syngja Óhelga nótt. Gjörið svo vel. Heyrðu til mín. Eigum við að fara í huga og hjarta aðeins aftur til næturinnar Helgu. Þegar að María og Jósef, þeim var úthýst allstaðar. En það gerði ekkert til. Frelsarinn skyldi koma í heiminn. Í fjárhúsinu. Það var ekki mikil reisn yfir því. Helga nótt, þín stjarna blikar blíða, þá barnið Jesús fæddist hér á jörð. Í dauða myrkrum daprar þjóði stríða, uns drottinn birst í sinni barnahjörð. Nú glæstar vonir gleðja hrjáðar þjóðir, því guðlegt ljós af háum himni skín. Öllum á kné, nú fagna himins englar, frá varsins jötu, blessun streymir blítt og hljótt til þín. Vort trúar ljós, það veginn okkur vísi, hjá vöggu hans við stöndum hrærð og klökk. Og kyrrlát stjarna kvöldsins öllum lýsi, koma vilja hér í bæn og þögn. Nú konungurinn Kristur drottinn
Takk, Jesús. Jæja, elskurnar, við ætlum að taka næst. Ætlar þú ekki einhvern tímann að tala bara? Það er vandræðilegt hjá mér hérna. Jóhanna þráir að heyra mig tala, sem er ekkert skrítið, vinir. Það er bara ekkert skrítið. Ef ekki að rísa þessa fætur. Það er gott að vera einn í kvöld. Bara rétt fyrir jólin, bara minnast þess sem að Jesú gerði fyrir okkur í jólunum. Þannig að mér langar til að leggja þessa stund bara í bæn, frammi fyrir Drottni. Drottni, við bara komum fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir að við búum við þau forréttindi að geta haldið jól. Við búum við það frelsi, Drottinn minn, og ég þakka þér fyrir það sem að þú gerðir fyrir okkur. Ég þakka þér fyrir fæðingu þína og hún var svo sannarlega í algjöri lægingu. Og Drottinn, þú komst inn í hennan heim, en þú saurgaðist ekki af heiminum. Og þú gekkst og gjörði gott og græddir alla þá sem var á djöflunum undirokaðir, eins og ritningin kennir. Og að lokum þá fórst upp á krossinn, Drottinn. Þú tókst allar syndir okkar á þig, Drottinn minn, og þú lést lífið fyrir okkur. Drottinn, þú dóst fyrir okkur. Þú gafst þitt blóð fyrir okkur, Drottinn minn, að við mættum eiga líf, og lífum eilíft, en líka líf í fullri gnægð í dag, Drottinn. Og ég bara lofa þig fyrir það verk sem að þú hefur gefið og sem að þú hefur gert, Drottinn minn. Og ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni, að við mættum, Drottinn minn, gefa þér rými í dag. Leyfa þér, Drottinn minn, að taka pláss. Leyfa þér, Drottinn minn, að vera miðpunktur athyglinnar. Í Jesú nafni og allir liðinni sagði. Amen. Fáum okkur aðeins sæti. Mér langar til að lesa fyrir ykkur í Lúkási 2. Þetta er saga sem þið hafi sjálfsagt ekki heyrt, en ég ætla að lesa hana fyrir ykkur núna. En það bara til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara, að skrásetja skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýrineus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinna borgar. Þá fór og Jósef og Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem. En hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom svo tími en hún skildi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu, því að það var ekkert rúm fyrir þau í gistuhúsi. Í versi 8, en í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættum nóttina hjarðar sinnar. Og engil drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði í kringum þá. Þeir eru mjög hræddir, en engillinn sagði við þá, verið óhræddir, því sjá, ég boðið mikinn fögnuð, sem veitast mun öllum líðnum, því að yður er í dag frelsari fæddur sem er Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks, þeir munu finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englunum fjöldi himneskra hersveita sem lofiðu Guð og sögðu, dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðum og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir fóru frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint í Betlehem og sjá þeim sem gerst hefur og drottinn hefur kungjurt oss. Vers 16, og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnir sem lágu í jötu. Þegar þau sáu það, skýrðu frá því sem þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það sem hurðarnir sögðu þeim. En María geymdi þetta allt í hjarta sér og hugleiti það og hirðarnir sneru aftur og vexumuðu Guð og lofið hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð og allt var það eins og þeim hafi verið sagt. Áski Páll tók í rauninni ræðuna frá mér. Vitið, þetta er svo merkileg frásögn Jesú, konung dýrðarinnar, hvernig hann kemur í algjörri lægingu til okkar. Og mér verður oft hugsað til þess á þessum tíma, það er svo mikið vinir sem að truflar okkur, bara í daglegu lífi.
Það er svo mikið áreiti í nútíma þjóðfélagi. Hugsa ykkur fyrir 2000 árum síðan. Það var ekki rúm fyrir Krist í bara neinstaðar. Og það er tákgrænt, vinir. Þegar Jesú kemur og þá yfirleitt, þá mætir hann plássleysi. Og í dag, og ég verð að hugsa þetta í rauninni bara frá því að COVID var og hét, vitið það við lifum allt og flóknu lífi, held ég. Við þurfum að búa til pláss og rúm fyrir það sem að skiptir öllu máli í þessum heimi. Og hann heitir Jesú. Og vinir, ég ger mig fulla grein fyrir því að við höfum öll skyldum að gegna, en hann mun aldrei þvinga sér inn í lífið þitt. Við þurfum að bjóða hann velkomin. Og ég var á Edenstund fyrir vetur, það sem að var verið að tala þið veitir, það sem að gerðist í Gamla testamentinu, varandi för Ísraelsmanna, varandi allt þetta sem að þeir fengu að upplifa með tjaldbúðina. Og við vorum að fara við spámennina og hugsa ykkur, áður en Jesú kemur fram á sjónasviðið, það hafði ekki verið spámaður upp í mörg 100 ár. Hugsa ykkur Guðs fólk búandi við þessar aðstæður. Þau bara heyrðu ekki frá Guði. En vinir, jafnvel þótt að sé dimmt hérna úti, jafnvel virðist sem svo að það sé ekkert svar, þá kemur Guð á réttum tíma með fyrirheitið. Og það gerðist með Jesú. Og seinna í þessum versum kemur fram að Anna, sem var spákona á þeim tíma, ásamt, hvað heitir hann? Símeon. Guð hafði reist upp fólk á þessum tíma sem bað fyrir fyrirheitinu. Guð hafði opinberað fyrir Símeon að hann myndi sjá fyrirheitið vaksa eða sem sagt koma fram. Og vinir, þetta fólk gafst ekki upp. Og núna er Guð að kalla fram fólk sem er ekki tilbúið að gefast upp, þó svo á móti blási. Vinir, hann er að kalla upp fólk, hann er að kalla frumgróða til þess að taka stöðu sína, til þess að biðja, til þess að játa út fyrirheiti sem hann hefur gefið okkur. Og vinir, ég trúi því að við stöndum fram fyrir einni stæðstu vakningu allra tíma. Af hverju segi ég það? Út af það hefur aldrei verið eins myrt. Fólk hefur mist von, fólk hefur mist tilgang. Það er ekkert rúm fyrir Jesú í gistiheimilinu. En vinir, alveg eins og Ásgeir Páll kom inn á, það skiptir engu máli. Fyrirheitið mun fæðast fram. Það sem að Guð hefur lofað, það verður að veruleika. Og það þarf ekki margar trúfastar hendur til þess að lyfta upp höndunum daglega og lofa Guð og treysta honum fyrir því kraftaverki sem hann ætlar að fæða fram. En vinir, hann er að kalla fólk til þess að biðja. Hann er að kalla í fólk til þess að standa í skarðinu og vera trúföst og treysta því að fyrirheiti muni koma fram. Og í dag, vinir, þá þarf kirkjan sárlega á því að halda að við töpum ekki gleðinni, að við töpum ekki voninni, heldur þvert á móti, að við tökum og búum til pláss, að fólk mætti sjá Krist ekki bara fæðast í lífum okkar, heldur líka vaksa í lífum okkar. Vinir, hann fæddist ekki bara, hann óx úr grasi. Og þegar var hann fulltíða maður, þá steig hann inn í þjónustu sína. Og vinir, það er merki þess þegar við erum orðið fulltíða að við förum að ganga inn í þjónustur. Við förum að sinna öðrum. Við hættum bara að sinna sjálfum okkur og við förum að sinna öðrum. Vinir, kirkjan þarf líka sárlega á því að halda að við vöxum og þroskumst. Að við sem mæður og feður. Og alveg eins og Jesú, þegar hann tók upp krossinn og hann bar hann upp á Golgata hæð og hann lét lífið fyrir mig og þig, þá eigum við daglega að taka upp krossinn og við eigum að fylgja honum og við eigum að afneita sjálfum okkur. Við eigum að krossfesta ego. Finnst þið ykkur yndislegur jólaboðskapur?
Ég skal bara segja ykkur vinir, egoið þvælist fyrir okkur. Egoið kemur í veg fyrir flæði kærleikans í lífum okkar. Og kærleikurinn fylgir alltaf, það alltaf auðmýkt sem fylgir kærleikanum. En vinir, Guð að kalla fram kirkju sína. Má ég heyra amen? Erum við til? Það það sem ég held. Þannig að við ætlum að rísa fætur. Og við ætlum bara að gefa drottni dýrðina hér í dag. Og vinir, við ætlum ekki bara að gefa honum plás. Við ætlum að leyfa honum að vaksa. Við ætlum að leyfa honum að taka meira plás og meira plás og meira plás. Og við ætlum að verða fulltíðir einstaklingar á göngunum með Guði og við ætlum að fæða fram líf. Við ætlum að fæða fram þá sem eru komin styttra á göngunum með Guði og við ætlum að sjá kirkjun okkar eflast og styrkjast. Má ég heyra með henn? Þannig að mér langar til að skilja ykkur eftir með hennar vonarboðskap. Gefum Guði plás. Og það sem að við höfum vanið okkur á okkar heimili, áður en við tökum við pakkana þá lesum við nákvæmlega þetta. Við minnum okkur á hvað máli snýst. Við gefum Jesú plás og ég hveti ykkur til að gera það sama. En endum þessa stund á nokkrum tónum í Jesú nafni.